Sælverði og verið velkomin í Flugusmiðjana. Í þetta skiptið þá ætlum við að hnýta flugu sem heitir Garry eða Garry Dog. Og við ætlum að negla henni á Drúri þríkrækju frá Arax sem hér. Og númer 10. Og við erum að nota tvinna í þetta sem Semperfli silk sem ætlum að hafa í 30 denir fyrir þessa flugu þar sem við viljum ekki hafa þetta óbölkað. Þannig að það hægt að komast hjá því. Við byrjum á því að henda tvinnanum niður á. Og þessi fluga eftir John Wright. Heitir sá ágæti maður sem að hannaði þessi ósköp eins og ykkur hefði sagt. Þetta engin ósköp, þetta gríðarlega fallega fluga, laxafluga og flotti litir í henni og svoleiðis. Við ætlum að hafa hana með dálítið löngusteli eða löngum hala. Þetta þríkrækja. Og hér ég með rauðan bucktail sem ég búinn að stokka. Það taka hana lausar sjáðu þið. Lausa vafninga og svo það stilla hann af og draga hann til í þá stöðu sem við erum með. Bucktailin sem við erum að nota, hann nú bara risastór bucktail og við erum með gulan bucktail í vænginn. Hann og við búin að klippa úr þessu til þess að gera þetta aðeins auðveldara og búin að stokka hárin líka í svona hárstokkara. En hárstokkarinn ágætur til að jafna út hárin. Sumir segja að sé nauðsynlegt að stokka, aðrir eru algjörlega á móti hárstokkurum. Ég man eftir að Jón Sigurðsson sagði að þyrfti ekki hárstokkar en þessi verkfæri líta svona út, setur hárin onni og þeir sé mjórri endan niður og svo stokkar þetta nokkurnu sinnum og dregur þetta út úr, það ekkert í honum, og dregur hárin út og þá eru þau jöfn. Nokkuð skemmtilegt tæki og þægilegt. Við ætlum að henda smá glimmer eða smá perluflasi í stélið á henni, bara að skreita þessa flugu. Það við taka saman bara afgangu sem liggur á borðinu hjá mér. Notum hann til að nýta það sem við erum með svona. Svona. Kemur með. Og kannski svona. Við erum með sem sé óval Semperfli. Þetta ekki gull heldur flatt óval silfur í vöf á þessari flugu. Það ég búinn að gera klárt og svo ég að nota unifloss, svart floss sem ég búinn að klippa til og uniflossið eitthvað staðar á borðinu hjá mér. Ég klippa þetta allt til þannig að sé fljótlegra að vinna þetta. Flossið hér, það uniflossið. Svart floss nauðsynlegt að eiga ef við ætlum að hnýta laxaflugur eða mikið af þeim. Það svo margar laxaflugur með svartu flossi. Svo kemur þetta niður og klippum þetta í burtu svona og vefjum okkur fram af auganu. Svo kemur flosið yfir. Læsum það niður með 3 til 4 vafningum og tökum svo þið sjáuð íti tvinnanum burtu með vísifingrinum. Það gert til þess að ég sé ekki að fara með skærin í tvinnan að klippa hann. Búinn að brenna með nokkrum sinnum því að klippa tvinnan í sundur í miðri flugu og það eitthvað sem við viljum frekar sleppa við. Í skeggið af þessari flugu þá erum við að nota bláa perluhænu eða gínea-fál eins og hún heitir á ensku og ég búinn að taka til
gina fólkfíður. Við erum að taka ekkert of mikið, þetta bara eitthvað svona, sjáum við. Cirka þetta magn. Og við erum að standa hérna aðeins aftur úr, getum að snúa þessu bara. Festum þetta hérna, séum við inn og niður. Komum lausa hérna 3 snúninga. Svo herðum við á þessu hérna svona til þess að þetta sé alveg örugglega fast. Og svo tökum við restina hérna upp. Klippum þetta hérna. Við, hér væri rosalega gott að vera með mjóri skæri heldur en ég er með. Ég bara á ekki mjóri skæri eins og reyndar á ég hérna skæri. Það er einhverstaðar mjór skærin minn er einhverstaðar. Þetta er ekkert mjóra hérna. Allavega, það er til ógeðslega góð mjór skæri frá Dr. Slick sem ég myndi alveg mæla með í þetta. Þá er þetta svona, snúið aftur við og þá er bara vængurinn eftir og við byrjum á rauða hlutanum á vængnum og við erum að nota rauðan bucktail og ég er búinn að taka til hérna, sjáu þið rauðhár og ég er ekkert að nota meira en þetta. Og við höfum hárin á honum þannig að þau nái svona, þú veist, eitthvað aðeins aftur fyrir endan á önglinum með buginn. Svona kannski, sjáu þið svona. Þannig að þá klippi ég þetta hérna, skipti bara hendi og klippi þetta í burtu. Þá er ég með endan á þessu hérna. Þá er það gamla góða triksið með endan. Það er lakk og smá smitalakki hérna í endan. Svona, ekkert meir. Þetta heldur hárunum saman, gerir auðveldara að vinna með þau. Svo er þetta að taka þetta svona saman, sjáðu þið. Grípa þetta hérna með tvinnanum. Og 2 snúninga og svo er þetta að laga þetta og svona, toga þessi í þetta, ég vil ég toga í þetta, svona. Fyrst svona fyrir eitthvað lausa snúninga og svo tökum við á þeim hérna aðeins inn í. Og það er alltaf leið þá að vængurinn standi aðeins upp. Og ég verð ekki sakaði fyrir það í þessari flugu að hún sé ofdressuð. Ég vil segja ekki. Ofan á þennan væng þá kemur gulur bucktail sem er skemmtilega litla samsetning í þessari flugu. Óneitanlega. Og guli bucktailin er hérna. Við höfum hann að jafn langan og hinn. Eða svo gott sem. Klippum þetta og lökkum aftur. Svona, lökkum hérna sárið. Það gerir þessi hár miklu þægilegri. Þið getið ef við viljið svindla að nota kálfi í þessa flugu. Ég held að það sé nú þægilegra að mörgu leyti að vinna með kálfin. Kemur þetta inn svona, sjáðu þið. Og við erum náttúrulega að nýta þessa laxaflugu til þess að reyna að minnka slagsíðun á álsina. Það er búið að vera sílungaflugur alveg bara síðan í nóvember, non-stop. Þannig að við þurfum að nýta eitthvað fyrir ykkur laxakallana líka. En þá er Garry Dog bara klár. Ég myndi að segja að hún sé ekki ofdressuð. Þið sjáum hvernig hún lítur út. Cool, ánægður með þetta. Og það er þá ekkert eftir hann að gera en að bregða á þetta hnút. Og eitt sem ég langaði að sýna ykkur með hnútinn á flugum. Ef við gerum hnútinn hérna neðan, þá getur komið hérna bölk fyrir neðan sem við viljum ekki hafa. Þannig að ef við snúum henni við og látum hnútinn fara hérna inn í kverkina. Sjáðu þið. Það er svona. Þá endar hnúturinn, sjáðu þið hérna, þá ber ekki á hana. En þetta er nú bara fyrir þessar sem er að væla yfir ykkur að hausinn sé ekki sléttir eitthvað. Ég held að fiskunum sé nákvæmlega saman með þetta. Hann er ekki að hugsa það þegar hann neglir fluguna hvort að hnúturinn sé á réttum stað ekki. Þá erum við bara góð hérna, svona, klippum við í burtu. Og við bregðum á þetta Solaris Bone Cure lakki sem er hér. Það er með lausunum, þá erum við bara klár. Ég er búinn að vera á leiðin að nýta þessa flugu lengi. Snúum þessu hérna, nú er bara ljósið á þetta. Það fær okkur hérna
þessu út. Hermundum ljósinu og þá Garry Dog klár á 3 krækjum. Það er ekki krækjum nummer 10. Ég bara vil segja þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þið megið endilega þess að áskrifendur rásinni, deilinni og setja like á vídeóið. Getið líka styrkt rásina en sjá hvernig ég gerir það í lýsingunni við vídeóið. En annars bara góð þangað til næst. Ég þakka ykkur fyrir áhorfið og við sjáum stress og gott í næsta vídeói. Takk fyrir.